Meirihluti fjárlaganefndar lagði í dag fram skýrslu einkavæðingu bankanna, hinna síðari, þar sem farið þungum orðum það hvernig staðið var að eignatilfærslu milli gömlu og nýju bankanna og aðkomu ríkisins að ferlinu. Talað að ríkið hafi gefið eftir tugi milljarða og tekið á sig 300 milljarða áhættu í þágu kröfuhafa. Formaður fjárlaganefndar, Vigdís Hauksdóttir, hefur unnið að þessari skýrslu lengi og meðal annars sagt hana vera sprengju. En stendur skýrslan undir þeirri lýsingu, hvað nýtt í henni og opinberar hún víðtækt samsæri stjórnvalda. Við ræðum við Vigdísi á eftir. En við lítum líka inn á umhverfissýningu, þar sem hægt að læra ýmislegt umhverfisvænni barnaafmæli, matarsóun og margt fleira. Í menningunni verða 2 ný verk tekin til kostanna. Annars vegar leiksýningin Sending eftir Bjarna Jónsson sem sýndir í Borgarleikhúsinu og svo það Eiðurinn, spennutrillir Baltasars Kormáks sem var frumsýndur fyrir helgi, en það leikur Baltasar lækni sem grípur til örþrifaráða eftir að dóttir hans byrjar með glæpamenni. En við byrjum á Vigdísi Hauksdóttur, formanni fjárlaganefndar, hún sest hjá Baldi. Velkomin í Kastljós, Vigdís. Takk. Þessi skýrsla, ég meina, það eru í henni teknar saman ýmsar tölur eignatilfærslu milli gömlu og nýju bankana og aðkomu ríkissjóðs að því ferli. Í skýrslunni vísið þið ítrekað í skýrslu fjármálaráðherra endurreist viðskiptabankana frá 2011. Þannig að fyrsta spurningin eiginlega þessar tölur sem þið leggið hér fram. Hafa þær ekki meira og minna allar komið fram? Er eitthvað nýtt varðandi það hvert framlag ríkisins var inn í bankakerfið? Er eitthvað nýtt í þessari skýrslu sem við vissum ekki? Já, það er gott að þú minnist akkurat á skýrslu fjármálaráðherra sem var lögð fram 1. mars 2011. Ég ætla að segja þið það að þessi skýrsla er hálfgerð hvítþvotta skýrsla. Það er ekki neitt beinlínis rangt í skýrslunni, en það vantar upplýsingar inn í skýrsluna til að fá heildstæða mynd af þessum atburðum sem áttu sér stað hér árið 2009. Þess vegna var nú farið á stað með þessa vinnu sem leiddi til þess að við erum komið hér með skýrslu þar sem þetta tekið saman. Upplýsingar úr skýrslu fjármálaráðherra frá 2011, ársreikningum bankana frá þessum tíma og leitað fanga víða í undirstofnunum ríkisins til þess að taka saman á eitt stað hvernig þetta var framkvæmt að standa að stæðstu einkavæðingu Íslandssögunnar. En bara aftur á þessum tölum, að þið sundiliðu þið kallið það umfjöllun eftirgjöf ríkisins í hverju banka fyrir sig, talaðu Arion banka, Íslandsbanka og Landsbankan, sundiliðu þetta hversu mikið fer í formi hlutafjár, víkjandi lán og síðan lausa fyrirgreiðslur. Ég meina, í þessari skýrslu frá 2011, þar til að mynda talað að 346 milljörðum hafi verið varið í það sem kallað stopp fjármögnun íslensku bankana. Þess vegna spyr ég aftur, lágu þessar tölur ekki alveg fyrir? Sko, ef við ætlum að fara að tína okkur hér í tölum, þá líklega missa áhorfendur áhuga á málinu. En það sem við erum að leggja hér fram, sem við má finna hér á blaðsíðu 6-8, það er nákvæmlega það sem að ríkið lagði kröfuhöfum til þegar bankarnir voru gefnir til þeirra á þessu tímabili. Og það er til dæmis, og ríkið var sett í mikla áhættu. Og strax þarna árið eftir bankahrunið, sem var hér í október 2008, þá er verið að færa andlitslausum kröfuhöfum bankana á silfurfati ásamt meðgjöf frá ríkissjóði. Á meðan var verið að skera niður grunnþjónustu. Það er það sem við erum að benda hér á og alvarlegasti hluturinn í því máli er það að á sama tíma aflétti ríkið ekki ríkisábyrgðinni á bönkunum. Það var ekki fyrir 2012 sem að ríkið var endanlega laust við ábyrgðina á bönkunum og á þessum tíma, ágúst, september, október, nóvember 2009, þá vissi ekki hvernig efnahagslífið myndi þróast hér á landi. Þannig að ríkið var sett í stórkostlega áhættu til andlitslausra kröfuhafa ári eftir að bankarnir hrundu. Það er það sem að kemur fram hér í þessari skýrslu. En nú liggur það alveg fyrir að, eins og segir, að 2009 vita mjög fáir nákvæmlega hvernig íslenskt efnahagslíf muni þróast. Ég fór að skoða bréf sem að íslensk stjórnvöld senda Alþjóðagjaldeyrissjóðnum í nóvember 2008, Davíð Oddsson, þáverandi seðlabankastjóri og Árni Mathiesen, þáverandi fjármálaráðherra. Þar talaður að eitt af lykilatriðunum í endurreisn íslenska bankakerfisins sé að nýju bankarnir eigi að greiða sanngjarnt verð fyrir eignir sem koma frá gömlu bönkunum. Og þessi lykilatriði í þessum kalla sanngjörn meðferð á kröfuhöfum, það sé sem sagt að það hvernig komið fram í kröfuhafa, það verður að gera það á skýran og sanngjarnan hátt. Þannig að það sem verður að gera síðan þegar ný ríkissjóð tekur við 2009, er það ekki bara framhald
af nákvæmlega þessum hugsunarhætti sem kemur mjög skýrt fram í þessu bréfi? Þú gleymir einu þrepi sem hér á fylgiskjali 1. Það stofn efnahagur bankana eins og fjármálaeftirlitið var búið að ákveða þeir yrðu á sínum tíma. Þegar það liggur fyrir, þá grípur ríkisstjórn frá síðastu kjörtímabili þar inn í, tekur valda fjármálaeftirlitinu og færir inn í fjármálaráðuneytið. Það sagt með penum orðum hér í skýrslu fjármálaráðherra frá 2011 og blaðsíðu 22 að þetta hafi verið gert. Því hefur verið neitað að fyrir ríkisstjórn að þetta vald hafi verið tekið af fjármálaeftirlitinu. Þá fyrst fer að síga á ógæfu hliðina. Þegar stýrihópur ríkisstjórnarinnar beinlínis tekur þá ákvörðun og eftir einum nefndarmanni að það eigi að friðþægja kröfuhafa eins og kostur þarna í þessu ferli. Hvers vegna veit ég ekki, en það virðist hafa verið mikil ótti gagnvart erlendu valdi, ótti gagnvart erlendu kröfuhöfum, ég veit ekki hvað gerðist. Á þessum sama tíma var verið að reyna að koma Icesave skuldbindingunum yfir á herðar skattgreiðendur líka. Þannig að ég tel að þessi skýrsla sem við birtum í dag sé grunnurinn að því að fá það fram í dagsljósið hvað olli þessum ótta og hvers vegna var gripið til þess ráðs að ganga þessa leið og friðþægja kröfuhafa með þessum hætti sem að kemur fram hér í skýrslunni. Að þú talar það að þetta hafi verið tekið frá fjármálaeftirlitinu og inn í fjármálaráðuneytið. Af hverju hefur aldrei neitt stigið fram frá fjármálaeftirlitinu og gert athugasemd við þetta ef það var í rauninni eitthvað athugavert við þetta? Við skulum bara láta framtíðina meta það og gá hvort ykkur stigið fram núna, en við veitum alveg hvað var gert á síðasta kjörtímabili þannig upphafi kjörtímabilsins að það voru reknir 3 seðlabankastjórar, forstjóra fjármálaeftirlitsins var vikið. Það voru svona nokkurs konar hreinsanir sem voru stundaðar þarna til þess að koma öðrum mönnum að. Nú þegar hinn norski seðlabankastjóri kominn inn í Seðlabankann, þá Seðlabankinn látinn aflétta veðum af húsnæðisbréfum. Þær voru færðar til kröfuhafa Arion og Íslandsbanka og kröfuhafinu notuðu síðan þessi bréf til þess sem útborgun í nýjum bönkum. Þetta til dæmis eitt sem að kemur þarna fram. Þetta kemur fram í þessari skýrslu frá 2011. Þið birtir hreinlega kafla úr skýrslunni frá 2011 þar sem við verðum að tala nákvæmlega þessa hluti. Þannig aftur veltum maður fyrir sér hvaða upplýsingar eru nákvæmlega nýjar, eitthvað sem við vissum ekki áður að hefði verið gert. Akkurat, fyrst þú ert að spyrja því og þú gerir athugasemdir við það að við notum þessa skýrslu sem grunn. Ég alls ekki athugasemdir. Að þá vil ég benda þér á þetta fylgiskjalarit sem hér, sem að fylgja 8 fylgiskjöl með þessari skýrslu sem við birtum hér, auk heimildarskrár hér í lokin á skýrslunni sjálfri og af 8 fylgiskjölum þá hafa 7 ekki komið fyrir sjónir almennings áður og það til dæmis fundargerðir samræmingarnefndar stjórnvalda, samræmingarnefndar. Þessi nefnd var sett á laggirnar í tíð þar síðustu ríkisstjórnar þegar neyðarlögin voru sett. Þar fóru fyrir þeirri nefnd ákveðnir aðilar, svo fljótlega þegar sem sagt síðasta ríkisstjórn tók til völdum að þá var farið að bera á miklu mannabreitingum og endar þar að til dæmis Indriði Þorláksson búinn að taka sæti þeirri nefnd. Nú við erum hér með lista yfir þau svör við þeim fyrirspurnum sem við erum að senda inn bæði í fjármálaeftirliti, ríkisendurskoðun, fjársýslu ríkisins, bankasýsluna og fjármála- og efnahagsráðuneytið. Þetta hefur ekki komið fyrir sjónir almennings áður, en þessar spurningar þurftum við að leggja fram til þess að samræma ársreikninga bankana frá 2008 og 2009, skýrslu fjármálaráðherra frá 2011 til þess að finna út hver sannleikurinn væri og það voru mjög misvísandi svör og það hefur komið fram að við erum hér með upplýsingar sem hafi ekki komið fram áður og þó þú sért að vísa í skýrslunum frá 2011 Já, sko þið eruð að vísa í skýrslunum frá 2011 Nei, þú ert að tala um það að þetta hafi komið fram í henni áður þá þessi skýrsla sem við gáum út í dag full af nýjum upplýsingum og staðreyndum sem ekki var vitað um áður. Já, gott og vel. Fylgiskjölin eru mjög áhugaverð, það rétt sem þú segir að það svona fundargerðir til að mynda hafa ekki komið fyrir sjónar almennings áður. Þið veljið út einn kafla og það sem þú lagðir á það áherslu í dag, það var ákveðið lykilatriði það sem að þið talið að fulltrúi stjórnvalda hafi verið að tala um að hætta friðþægja kröfuhafa. Ég gerir ráð fyrir það að verði rifist það hvernig nákvæmlega að þýða enska orðið appease sem myndu segja að það ætti að þýða sem róa eða friða, gott og vel. Róa eða friða? Já, ég veit það er ensk-íslensk orðabók segir það. Róa, friða, eftirgjöf. Já, en sko þegar maður les... Prófaðu að setja orðið eftirgjöf þarna inn í staðinn, en við skulum ekki vera rífast neitt um orð. Nei, við skulum ekki eða tímunum í það. Þegar maður les síðan í gegnum
þessa fundi, það kemur mjög skýrt fram eins og þú segir, menn vita ekki nákvæmlega stöðuna, menn er að reyna að hafa samband við hinn og þessa fulltrúa kröfuhafa og það virðist vera sem að grunnhugsunin hafi einhvern veginn verið að reyna að ná öllum saman til þess að eiga einhverjar heildstæðar umræður sem nákvæmlega það sem talað að gera í þessu bréfi til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 2008. Þannig að eitthvað óeðlilegt við að menn hafi verið að reyna að gera það? Grunnhugsunin var sú, les ég út úr þessu gögnum sem við verum að birta í dag, sú að menn trúðu því að neyðarlögin myndi ekki halda fyrir dómi. Ég skal alveg viðurkenna það að það hlýtur að hafa hangið yfir stjórnvöldum á þessum tíma hótanir og málsóknir byggða á grunni neyðarlaganna. Já, það kemur fram bara í þessu. Hvað var ekki gert í Icesave? Það var haldið fram að okkur bæri að greiða Icesave. Við heldum því alltaf fram að þetta verið ólögvarin krafa og það stóðst fyrir dómstólum. Alveg eins og neyðarlögin hafa staðist fyrir dómstólum allan tíman. Sko sjálfstætt ríki má ekki lúta svo í gras fyrir erlendu afli að hagsmunum ríkisins fórnað eins og virðist hafa verið gert þarna. En samt sem áður verður það að koma fram hér að sem betur fer kemur ríkið skaðlaust frá öllum þessum gjörningum frá síðasta kjörtímabili að því núverandi ríkisstjórn tók sig til og samdi stöðugleikaframlögin og búin að ná þessum fjármunum tilbaka og rúmlega það þegar samningar náðust stöðugleikaframlögin. Sem betur fer kemur ríkið skaðlaust að þessu á því leyti þannig að þessi ríkisstjórn sem nú starfar búin að láta þennan gjörning frá síðasta kjörtímabili ganga tilbaka en það var ekkert sjálfgefið og hefði fyrir ríkisstjórn haldið áfram völdum þá var það ekkert á dagskrá hjá þeim að gera það. Við náttúrulega getum ekki svara fyrir það hvað þau hefðu gert á þessu kjörtímabili. Já, við skulum bara lítið við kosningaloforðin og stefnuna fyrir kosningarna 2013. Þetta var ekki á stefnuskrá þeirra þá. Gott og vel. Brynjar Níelsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, hann skrifaði skýrslu þegar þetta mál eða tengist þessum umkvörtunum Víglundar Þorsteinssonar skrifaði skýrslu þegar þetta mál verið á borði stjórnskipunar og eftirlitsnefndar. Hann kemst þar að þeirri niðurstöðu til að mynda það sé útilokað að mat á verðmæti eigna í október 2008 hafi verið einhvers konar endanlegur úrskurður eignasafnið. Hann bendir á að ef ríkið hefði átt bankana áfram þá hefði ríkissjóður þurft að taka alltaf 400 milljarða króna lán á óhagstæðum vöxtum til að tryggja eigið fé. Og niðurstaðan er sú, hann sér engin merki svik eða blekkingar, svikum eða blekkingum hafi verið beitt við endurreisn bankana, svo ég les nú beint upp það sem hann segir, eða vísvitandi hafi verið farið á svið við lög. Talar hins vegar að það sé eðlilegt að skoða hvort að allar ákvarðanir hafi verið eðlilegar. Þannig að mig langar til að spyrja þig hreint út, telur þú ertu ósammála þessu mati Brynjar sem að birtir í febrúar 2005 eða telur þú að menn hafi vísvitandi eða óviljandi brotið lög í þessu ferli? Ég sammála þessu mati Brynjars Níelssonar. Þarna var hann að skoða sérstakt mál, það sem hefur kallast Víglundamálið í daglegu tali og við erum ekki með Víglundamálið undir hér. Þarna var hann að komast að þessari niðurstöðu og bendi réttilega á að það þurfi að skoða afmarkaða þætti betur. Já, en grunnforsondan sem hann er að skoða er það hvort að það hafi verið heimilt að fara þessa leið, það er að segja í staðinn fyrir að ríkið í rauninni ætti bankana, að færa hluta af eignum bankana til erlendu kröfuna, hvort að það hafi staðist lög. Og hann kemst að þeirri niðurstöðu að hafi ekki verið að svik við lög. Við förum hér ítarlega yfir þetta í löngu máli hér í þessari skýrslu. Við erum hvergi að benda hér á brot á lögum. Við erum ekki að sakbenda neitt í þessari skýrslu, enda það ekki ætlunin. Við erum ekki hér í einhverjum pólitískum hefndarhug eins og sumir hafa verið að halda fram hér í dag. Við erum að birta hér staðreyndir, allt saman birta á upplýsingum og fylgiskjölum og staðreyndum sem átt sér staðana. Það það sem við erum að benda á. Þessi skýrsla ekki full af ásökunum að hér hafi verið framið lögbrot. Við erum ekki færi til þess að meta það. Við erum að sinna okkar eftirlitshlutverki með þinginu. Við erum að komast að þessari niðurstöðu hér. Brynjar segir í sinni skýrslu að þurfi að skoða þetta betur. Nú ef að ykkurum finnst skýrslan sem við birtum í dag versus skýrsla Brynjars stangast á, þá það til dæmis ykkar að upplýsa það, þið eru fjórða valdið. Nú almenningur komið með þessa skýrslu í hendur og getur lesið til. Það farið að styttast mjög í kjörtímabilinu, þannig að við urðum að birta þessa skýrslu áður en við létum af störfum sem fjárlaganefnd, því að ég hef nú verið talsmaður þess að það alltaf verið á borðum, ekki loka neitt niður í skúffu, en málið samt það og sem gleðilegt að ávinningurinn hefur náðst, ávinningurinn sá að þessi ríkisstjórn búin að ná þessu tjóni tilbaka og því bara að fagna. Ég veit að þessi skýrsla verður rædd á fundi fjárlaganefndar á miðvikudaginn og svo eflaust eitthvað á þinginu, en þakka þér fyrir komuna í Kastljós, Vigdís. Sömuleiðis.